Þá ætlum við að halda áfram þessari kosningaumfjöllun okkar hérna á N4 en föstudagsþættinum breytt í smá stjórnmálaumræður þar sem við fáum fulltrúa flokkana til okkar og næst þá ætlum við að ræða við fulltrúa alþýðufylkingarinnar. Verið velkomnir herra menn. Þakka þér fyrir. Byrjum kannski bara á því fyrir hvað stendur alþýðufylkingin? Af hverju alþýðufylkingin til og fyrir hvað stendur hún? Já, alþýðufylkingin er yst á vinstri væng íslenskra stjórnmála og hún nú sennilega til vegna þess að okkur þótti að þeir flokkar sem hafa skilgreint sig til vinstri hafi hreinlega brugðist og væru farnir að daðra á mikið við markaðshyggjuna. Alþýðufylkingin hefur mikinn áhuga á verkalýðsbaráttunni og beitir sér töluvert á þeim vettvangi líka. Og við sem sagt berjumst fyrir jöfnuði í þjóðfélaginu og að samfélagsleg markmið og hagur almennings séu höfð að leiðarljósi í sambandi við sem mest af öllum atvinnurekstri í landinu. Hvers vegna ákvaðst þú að kýla á þetta og láta slag standa og fara í framboð? Ég var nú bara sammála þessu. Ég hafði tekið eftir sérstaklega Þorvaldi, formannum, í sem sagt viðræðunum í aðdraganda seinustu kosninga og raunar þar seinustu kosninga líka. Og ég var bara sammála þessum stefnumálum. Hafði verið til vinstri og færst lengra til vinstri og svo kemur þarna flokkur sem talar fyrir rauninni, talar mínu máli. Og hvaða málefni ykkur hugleikin fyrir þessa kosningar og fyrir hönd næstu ríkisstjórnar? Já, það nú sko eiginlega miðlægt atriði í okkar stefnu félagsvæðing í atvinnulífinu. Þó helst viljum við nú byrja á fjármálakerfinu vegna þess að það eins og það rekið í dag að skapa töluvert mikið vandamál, ekki bara fyrir atvinnulífið, heldur líka fyrir fólki í landinu, fyrir heimilin. Og með því að fara í sem sagt umfangsmikla félagsvæðingu í fjármálakerfinu þar sem að fjármálakerfið gert að stoðkerfi fyrirtækjanna og heimilanna í stað þess að vera blóðsuga á því. Þá teljum við að samfélagið yrði fljótt miklu betra í þessu landi. En síðan þarf auðvitað að hafa þennan sama hugsunarhátt við allar grunnstoðir samfélagsins. Heilbrigðiskerfi, menntakerfi, það þarf að vinna gegn allri markaðshyggju í þessum geirum atvinnulífsins sem svo má segja. Hvað finnst þér svona mikilvægasta málefnið og málaflokkurinn fyrir þitt kjördæmi? Ég held að það sé bara þetta sama í raun og gildir í öllum kjördæmum af því að þetta málefni sem hefur áhrif á allt samfélagið jafnt. Þá í rauninni með því að leysa þetta þá hjálpum við þessu kjördæmi alveg mikið öðrum en svo líka náttúrulega viljum við líka leggja áherslu á að halda byggð alls staðar og leggja áherslu á að landsbyggðin geti verið til sem slík. Nú talar dálítið mikið það og heyrir maður í auglýsingum að vinstri flokkar vilja hækka skatta fram úr hófi. Hvernig ykkar afstaða til skattamála? Já, við teljum svo sem ekki nauðsynlegt að hækka. Við náttúrulega gerum okkur grein fyrir því að skattar eru algjörlega nauðsynlegir til þess að sé hægt að halda uppi samneyslunni í samfélaginu og það ekkert annað en skrum og vitleysa að tala um að það sé nauðsynlegt að lækka skatta. Það bara verið að reyna að veiða sér atkvæði á ódýran hátt vegna þess að við þurfum á þessu fjármagni að halda til þess að gera fólkinu lífið betra í landinu. En það að ég tel engin ástæði til þess að vera að hækka skattann sérstaklega núna vegna þess að ef við til dæmis kæmumst áfram með þetta markmið okkar félagsvæðingu, þá losnar heilmikið fjármagn sem við getum notað í uppbyggingu innviða í samfélaginu. Við þurfum ekki að hækka skatta. Það önnur hugmynd sem ég með líka sem að afnema skylduinngreiðslur í lífeyrissjóði og með því ekki bara hækka útborguð laun fólks á stundinni, heldur líka aukast skatttekjur ríkisins vegna þess að skattstofninn stækkar án þess að skattprósentan sjálf sé hækkuð. Hvað með frekari tekju, hefur náð að reikna eitthvað út? Hvað kemur út úr þessu og hvað var hægt að gera við fjármunum? Svona lauslega hefur mér nú sýnst að bara þessi eina aðgerð sem tiltölulega einföld í framkvæmd að afnema skylduinngreiðslurnar í lífeyrissjóðina myndi skila 20 milljarðar í ríkiskassann strax á fyrsta ári. En hvaða áhrif hefur það þá á lífeyrisþega þegar því kemur? Já, það náttúrulega þýðir það að ríkið yfirtekur síðan skuldbindingarnar þegar þar að kemur. Og það þarf auðvitað meiri peninga til þess þá, en þá verður ríkið náttúrulega búið að hafa meiri skatttekjur lengi. Þannig að þær eigi að borga það upp? Já, og það auðveldara að beita jöfnuði í lífeyriskerfinu þegar ríkið komið með þetta allt í sínar hendur, frekar en að vera með 25 lífeyrissjóði eins og það núna. En þegar þú talar að fara frá allri markaðshyggju, þú ert bara að tala að
útrýma henni eða hvernig sérðu þetta fyrir þér? Það er náttúrulega nú ekki gerast á einu degi, það er nú algjörlega ljóst og ég held nú reyndar sko að við erum orðin það vön markaðssamfélaginu og samkeppninni í flestum geirum atvinnulífsins að ég hugsa að það sé nú ekkert að fara langt sko, jafnvel þó að ég kæmist nú á þing. Já. En það eru grunnstoðirnar sem er algjörlega nauðsynlegt að henda markaðshyggjunni út úr við. Það er verið að gera meira og meira af því að troðin inn í heilbrigðiskerfið til dæmis. Það er þegar búið að einkavæða ýmsa hluti sem aldrei hefði átt að einkavæða eins og til dæmis fjarskiptakerfið, ýmst eftirlit eins og bifreiðaeftirlit, rafmagnseftirlit, þetta hefði aldrei átt að einkavæða, þetta hefur alls ekki skilað neinu. Og oft á tíðum hefur þessi einkavæðing bara orðið til þess að kostnaðurinn viðkomandi þjónustulið hefur hækkað bara strax daginn eftir. Hvernig er búið að ganga í kosningabaráttunni? Þetta er búið að vera áhugavert, núna nokkuð. Fyrst náttúrulega bara undirskriftasöfnunin og hún svona hafðist, náttúrulega mjög naumur tími og í rauninni svona hlutfallslega margar undirskriftir fyrir lítinn flokk að safna. En við náðum því og svo er búin að vera pallborðsumræður og ýmislegt. Þetta er búið að vera bara svona, þetta er alveg búið að vera spennandi. Er þetta sömu frambjóðendur að segja að þetta sé fróðlegt og þeir kynnist nærumhverfi sínu og samfélagi betur, upplifir það? Svona einhverju leyti já, af því að maður náttúrulega sér svona hvernig skoðanir fólk streifast og það er kannski það sem er mest upplýsandi. Nú er verið að ræða aðeins skoðanakannanir auðvitað og sumir segja jafnvel aftur stjórnarkreppa í kortunum. Hvað er hægt að gera til þess að fara að reyna að hafa skilvirkt ríkisvald á Íslandi komið til þess að verða flokkar að ná saman? Sérðu fyrir þér möguleika á minnihlutastjórn og svo framvegis? Já, það eru náttúrulega ýmsir möguleikar í því sko og menn getur svo sagt að ekki séum við að fækka flokkanum eða við viljum komast inn líka en við teljum þá reyndar kannski að það séu þá ýmsir aðrir flokkar sem ættu hverfa út í staðinn og að það myndi vissulega hjálpa til við að byggja upp sterkt ríkisvald á Íslandi að við myndum okkar rödd færa að heyrast á Alþingi. En vissulega er minnihlutastjórn alltaf möguleiki, síðan er sko eitt sem hefur verið gert í Íslandssögunni og það hefur verið sett utanþingsstjórn þegar að allt hefur verið komið í vitleysu í sambandi við stjórnarmyndun sem að mér finnst nú rauninni margt stefna í núna. Og heldur að það sé raunhæft og áhugavert og gott fyrir land og þjóð? Eða hvað væri nú best? Ég gæti trúa því að það yrði áhugaverð reynsla, já. Ef að segjum að kosningafæri eins og skoðanakannanir Fréttablaðsins gáfu til kynna, hvaða ríkisstjórn myndirðu vilja sjá? Ég náttúrulega, svona, ef ég yrði beðin að raunsæra mitt í samræmi við skoðanakannir þá held ég þyrfti að segja að það þyrfti að vera einhvers konar minnihlutastjórn sem að minnsta kosti fæli ekki í sér Sjálfstæðisflokkinn af þeirri einu ástæðu að við sjáum það að svona 70–80% þjóðarinnar á hverjum tíma vilja ekki Sjálfstæðisflokkinn af því þeir kjósa hann ekki en samt kemst hann alltaf aftur í stjórn og ég held að það séu svolítið skilaboð frá kjósendum að þeir vilji fá eitthvað annað. Ég með spurningar frá áhorfendum og við skulum nú kannski bara taka eina hérna. Ég held að sé hvernig sér flokkurinn fyrir sér að leysa húsnæðisvandann? Það var mjög gott að fá þessu spurningu vegna þess að það er rauninni ekki hægt. Markaðshyggjan er búin að koma þessum húsnæðismálum í svo fullkominn hnút. Það er ekki hægt nema með miklu inngripi hins opinbera. Og ég hef ekki trúið því að það gerist í gegnum einhvers konar óháð leigufélög heldur einfaldlega með því að ríkið eða sveitarfélög kaupi eða byggi þúsundir íbúða, það dugar ekkert minna og bjóði það síðan til leigu á sómasamlegum kjörum. Þar með verður hugsanlega hægt að koma einhverju tauti við okkurverðið á hinum almenna leigumarkaði. Heldur það geti gengið upp? Já, ég er alveg sannfærður það. Það hefur gengið upp áður í þessu landi. Er einhverja fyrirmyndir erlendis frá sem að þið horfið til eða? Já, það þarf ekki að horfa til verkamannabústaðakerfisins sem var við lýði hér fyrir 60–70 árum. Það var kannski ekki nákvæmlega svona en það virkaði mjög vel og þá var einmitt gríðarlegur húsnæðisvandi í Reykjavík. En má kannski að einhverju leyti segja að húsnæðisvandinn á höfuðborgarsvæðinu sé líka fólginn í því hversu margir flytja frá landsbyggðunum og safnast saman þar og þar af leiðandi verði til uppsafnaður vandi eða hvað? Það er nú sennilegt, já, en svo það er önnur hlið á þessum húsnæðisvanda líka, það er að segja það hafi ekki verið byggð hús út á landi vegna þess að menn segja að markaðsverð þeirra sé svo lágt að borgir sig ekki að byggja þau. En þessu vandamáli tekur okkar lausn á líka.
Nákvæmlega. Nú tíminn að hlaupa frá okkur, styttist í kosningar. Bara takk fyrir að koma kærlega og hafa það sem allra best. Takk fyrir að bjóða okkur. Og með þessu þá ætlum við að ljúka föstudagsþættinum, þessum maraþon kosningaþætti og ég bara vona auðvitað að þið kjósið öll rétt hvað svo sem það er fyrir ykkar hjarta. Verið sæl.